Tvær táningsstúlkur önnur undir lögaldri eru í gæsluvarðhaldi grunaðar innflutning á 20.000 Nitasen-töflum. Stúlkurnar hafa engin tengsl við Ísland. Formaður afstöðufélags fanga segir einungis tímaspursmál hvenær eitrið Nitasen komist í umferð á Íslandi og þá blasir við nýr veruleiki. Dauðsföllum fjölgi til muna, bregðust stjórnvöld ekki strax við vandanum. Mikill matar- og vatnsskortur á Gaza, engin neyðaraðstoð hefur borist þangað í mánuð. Vannærðum sjúklingum fer fjölgandi á sjúkrahúsum. Engir áhorfendur verða á landsleikjum Íslands og Ísraels í handbolta kvenna í vikunni. Ríkislögreglustjóri óttaðist að leikirnir yrðu truflaðir. Kona í Reykjavík segir bestu fréttir ársins þegar lóan kemur til landsins. Á hverju ári býður hún til svokallaðs lóupartís og er móðir hennar, Lóa, heiðursgestur. Ég kalla þetta svona árshátíð vorvaktarinnar, þetta lóupartí. Gott kvöld. Tvær táningsstúlkur önnur undir lögaldri eru í gæsluvarðhaldi vegna innflutnings á einni stærstu fíkniefnasendingu sem komið hefur til landsins. Stúlkurnar voru handteknar eftir að önnur þeirra var gripin með 20.000 falsaðar Oxycontin-töflur á Keflavíkurflugvelli í síðustu viku. Töflurnar innihalda svokallað Nitasen sem er á meðal hættulegustu efna sem til eru. Stúlkurnar eru á 18. og 19. aldursári. Fæddar 2006 og 2007. Þær eru samkvæmt heimildum fréttastofu frá Þýskalandi og hafa engin tengsl við Ísland. Sú yngri er undir lögaldri og fyrir vikið er málið unnið í samstarfi við barnavernd. Gæsluvarðhaldi við þeim rennur út á morgun. Lögreglan á Íslandi hefur áhyggjur af hópamyndun ungmenna og ungra karlmanna sem tengjast ofbeldismálum og skipulagðri brotastarfsemi. Dæmi séu að brotahópar þvingi ungmenni til að selja fíkniefni eða beita ofbeldi. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir algengt að glæpagengi nýti sér ungmenni en stúlkurnar tvær sem voru handteknar á Keflavíkurflugvelli séu yngri en gengur og gerist. Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur, er það að færast í aukana að ungmenni séu notað í skipulagðri glæpastarfsemi? Já, þráttur að hafa verið minnstri lengi í þessum heimi að ungt fólk sé látið taka áhættu sem að eldri brotamenn vilja ekki taka, að þá einmitt í nýjum skýrslum frá greiningadeild ríkislögreglustjóra kemur fram að það sé bæði skipulögð brotastarfsemi sé að færast í aukana og hagnýting barna í þessum hópum. Hvaða börn eru það sem eru hagnýtt? Þetta eru krakkar sem eru í áhættuhópi vegna þess að mörg þeirra eru byrjuð í neyslu sjálf og það er auðveldara að þvinga þau, það er auðveldara að blekkja þau, mörg skulda þau reynlega vegna fíkniefnaneyslu og þetta eru krakkar í viðkvæmri stöðu. Og hvurslags glæpir eru þetta? Þau eru bæði látin selja fíkniefni en svo eru líka dæmi það að þau séu látin beita ofbeldi, þau séu látin beita jafnaldra sína ofbeldi og eldra fólk sem vil skulda fíkniefni eða skulda eitthvað pening. Við þekkjum það frá Norðurlöndunum, ekki síst Svíþjóð, að ungmenni hafa verið notuð til þess að fremja alvarlega glæpi. Óttist þið að eitthvað slíkt sé að gerast hér? Já, þetta á sér stað á öllum Norðurlöndunum og reyndar í Evrópu líka, en Svíþjóð sker sig aðeins úr. Skipulögð brotastarfsemi í Svíþjóð hefur verið mun umfangsmeiri heldur en á hinum Norðurlöndunum og svona eðli brotahópana aðeins öðruvísi. Sænskir skipulagðir brotahópar hafa til dæmis náða að nýta sér, komast inn í opinbera kerfið og fara að reka áfangaheimili og þannig komist í kynni við fólk í viðkvæmri stöðu, ungt fólk í viðkvæmri stöðu og það hefur ekki verið á hinum Norðurlöndunum. En stuttlega í lokin, er eitthvað hægt að gera til þess að snúa þessar öfugþróun við? Það er mjög mikilvægt að fara í mikið forvarnarstarf og mikið starf til þess að draga úr því að fyrsta lagi að ungt fólk leiðist út í fíkniefnaneyslu, en líka bara að ungt fólk sæki í eldri brotamenn og það þarf að vera umfangsmikið og það er einhver vinna í gangi en það þarf að taka þessu alvarlega auðvitað. Margrét, takk fyrir komuna til okkar í beina útsendingu hér í fréttunum. Og meira á sama efni, formaður afstöðufélags fanga segir að dauðsföllum fjölgi verulega, bregðist stjórnvöld ekki við hættunni sem stafar af efninu Nitasen. Afstaða og Matthildur, samtökum skaðaminnkun, sendu heilbrigðisráðherra tillögur að aðgerðum í dag.
Við sem höfum verið að fylgjast með þróun vímuefnamarkaðarins í heiminum og Evrópu, við höfum vitað þessu efni núna í 1,5 ár. En eins og venjulega þá eru íslensk stjórnvöld ekki viðbúin einu, ekki með neinar aðgerðaáætlanir. Og þess vegna erum við að senda heilbrigðisráðherra minnisblað sem við sendum í kvöld og hún vonandi lesi í fyrramálið. En við munum óska eftir viðbragða mjög fljótt innan einhverja daga vegna að við teljum almannahættuna slíka. Nýtasín margfalt sterkara en 80 mg oxycontin-tabla. Einungis brot úr nýtasín-töflu getur drepið manneskju. Fyrst var vart við töflunar í Sviss í febrúar og miðjan mars var varað við þeim á heimsvísu og innan við 2 mánuðum síðar reynt að smygla efnunum hingað til lands. Guðmundur segir einungis tímaspursmál hvenær efnið fer í umferð hér. Hann segir áríðandi að brugðist verði strax við til að minnka skaðann. Í minnisblaðinu eru lagðar til ýmsar aðgerðir. Það þarf að auka aðgengi fólks og heilbrigðisstarfsfólks af svona hraðprófum fyrir nýtasín. Einnig þurfum við að gera einhvers konar samráðsvettvang sameiginlegan og auk þess að auka fræðslu fyrir almenning og notendur og heilbrigðisstarfsfólk. Og þið teljið að það þurfa að gerast strax? Já, það þarf að gerast helst í gær. Hann segir að yfirvöldum beri að taka stöðuna alvarlega. Við stöndum frammi fyrir mjög alvarlegri almannavá. Þar sem við erum að sjá, eða munum hugsanlega að sjá dauðsföll vegna ofskömmtunar færast á annað level. Og það bitnar ekki bara okkar fólki í jaðarsettum hópum eða einstaklingum heldur samfélaginu í heild. Engin neyðaraðstoð hefur borast til Gaza í rúman mánuð. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna segir 1 milljón börn í neyð vegna þessa. 15.000 börn hafa verið drepin í stríðinu á Gaza. Við vörum eindregið við myndunum sem að fylgja þessari frétt. Tæpar 3 vikur eru síðan Ísraelsmenn gerðu loftárásir á Gaza og rufu þar með vopnahléið sem hafði staðið í 2 mánuði. Þeir sögðu Hamas hafa brotið skilmála lausn gísla. Síðan þá hafa loftárásir Ísraelsmanna verið stöðugar. Hér syrgir kona börn sín sem voru drepin í árás á skóla í Gazaborg. Ísraelsmenn viðurkenndu í gærkvöld að hafa farið rangt með aðdraganda árásar á hjálparstarfsmenn í síðasta mánuði eftir að myndskeið sýndi að frásögn þeirra að sjúkrabílarnir hafi verið ómerktir og ljóslausir var röng. Fleiri myndir hafa síðan verið birtar af sprengdum sjúkrabílum á Gaza. Engin neyðaraðstoð hefur borist til Gaza síðan 2. mars. Skortur á mat, drykkjarvatni og lyfjum orðinn verulegur og þeir sem vilja baka eru hvorki með aðgang að gasi né rafmagni. الوضع صعب جدا الناس كلها انت بتقدر تسال اي مواطن بتلاقيه يعني عايز يبكي من المأساة اللي هو فيها يعني بقول لك انا حموت انا واولادي من الجوع لانه ما عنديش بديل عن المخبز. UNICEF segir 1 milljón börn búa við slæm lífsskilyrði. 15.000 börn hafa verið drepin frá því að stríðið hófst fyrir 1,5 ári. Og sjúkrahúsin koma ekki aðeins bein fórnarlömb árása, heldur líka börn með næringaskort. ضعف التغذية وتناول الطعام بشكل عام يعمل عليها ضعف التئام الجروح وزيادة فرص الالتهابات أو الدخول في مضاعفات. كما هناك أيضا مشاكل في نمو العظام والتئام الجروح والعظام بشكل كامل. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur eitt helgin í opinberri heimsókn í Ungverjalandi. Hann heldur svo eftir helgi í Hvíta húsið þar sem Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðið honum í viðræður lausn stríðsins á Gaza. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta leikur 2 leiki gegn Ísrael síðar í vikunni fyrir luktum dyrum. Handknattleikssambandið tók þessa ákvörðun að ráðleggingu ríkislögreglustjóra sem segir neikvæða umræðu og hita í aðdraganda leiksins vera ástæðuna. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta spilar 2 umspilsleiki við Ísrael laust sæti á HM nú á miðvikudag og fimmtudag. Miðasala var þegar hafin en í dag var greint frá því að leikirnir yrðu spilaðir án áhorfenda og staðsetning ekki auglýst. Og það liggja fyrir upplýsingar og mat greiningadeildar að það geti verið einhvers konar ólga eða ófriður vegna þessara fyrirhuguðu leikja og þess vegna fekk HSÍ þessa ráðgjöf. Sigríður Björk tekur fram að ákvörðunin hafi þó verið í höndum HSÍ. Hún vill ekki meina að lögregla hafi komist á snoðir tiltekna uppákomu sem væri verið að skipuleggja. Alls ekki, en jafnvel þótt svo væri þá myndi ég ekki ræða með þessum hætti. En það er ekki þannig, þetta er bara einfallega
við sjáum að það er mikill áhugi á þessum leik, það er neikvæð umræða út af þessu og það er hiti, þannig að við bara höfum áhyggjur af því að leikirnir getur verið truflaðir og það þurfi talsverðan viðbúnað til þess að passa allt fari vel fram. HSÍ hefur sætt nokkur í gagnrýni meðal stuðningsfólks Palestínu á Íslandi eftir að fjártæknifyrirtækið Rapid gerðist styrktaraðili þess. Forstjóri Rapid hefur lýst yfir stuðningi við hernaðaraðgerðir Ísraelsmanna á Gaza fyrir hönd fyrirtækisins og sagt að mannfall almennra borgara skipti engu máli. Sigríður Björk segir að vegna þess að viðburðurinn sé opinber hafi þótt miklu skipta að hann færi vel fram. Það náist að spila þá til enda og þeir sé ekki truflaðir. Rætt verður við Jón Halldórsson, formann HSÍ í íþróttafréttum að hér loknum fréttunum. Tugir þúsunda mótmæltu stefnu ríkisstjórnar Donalds Trump í Bandaríkjunum í gær. Viðburðirnir voru í yfir 1000 borgum með yfirskriftinni burt með krumlurnar og var aðalega hvatt til þess að stjórnvöld létu hluti á borð við vísindi, mannréttindi, Grænland og Kanada í friði. Þá var tollastefnu og niðurskurðarstefnu stjórnvalda mótmælt. Margvísleg skilti voru á lofti til að sýna andstöðu við stefnu stjórnvalda. Stærsta, fjölmennasta samkoman var í höfuðborginni Washington þar sem bæði þingmenn og mannréttindafrömuðir tóku til máls. They're not listening to the people. All they're doing is making sure that they have a parachute for them and their rich friends, and everybody else here that lives here that makes the gears turn for this country are just screwed at the end of the day. They're trying to ban our books. They're slashing HIV prevention funding. They're criminalizing our doctors, our teachers, our families, and our lives. This is Donald Trump's America, and I don't want it, y'all. We don't want this America, y'all. Skortur á stuðningi og fyrirmyndum var til þess að transmaður fór að tjá sig transmálefni á samfélagsmiðlum. Hann hvetur fólk til þess að kveða sér hljóðs gegn fordómum. Þetta fór kannski að verða raunverulegt fyrir mér í kringu 20-aldurinn. Þá heyrði ég fyrstu svona transmanneskjuna nálægt mér og ég tengdi eitthvað svona óþægilega mikið við. Bjarki Steinn Pétursson kom út sem trans 24 ára. Nú næstum 7 árum síðar notar hann samfélagsmiðilinn TikTok til að tala transmálefni og ná til annara sem eru trans. Þú veist, að því ég hef alveg verið að mæta í samtökin 78 og fekk að vera í svona stuðningshóp fyrir ung transmenni og ég hef bara heyrt hvað, þú veist, það er mikil vöntun, mikil skortur á stuðning og fyrirmyndum og mikið krökkum sem eru bara í miklum sársauka, sko. Alþjóðlegt bakslag í réttindabaráttu hinsegin fólks, sér í lagi transfólks, hefur orðið undanfarið. Þar á meðal í Bandaríkjunum, þar sem löggjafarvaldið hefur þegar fellt niður áunnin réttindi. Það er kannski hluti af vandamálinu. Að fólk sem að, styður mætti vera meira vókal og stíga meira fram. Bjarki Steinn verður viðmælandi í Landanum í kvöld. Grænland komið á heimskortið, segir forstjóri Air Greenland. Nýr flugvöllur í Nuuk hafi þegar haft jákvæð áhrif á eftirspurnina og hann skipti sérstaklega miklu máli fyrir flug innan Grænlands, bæði fyrir ferðamenn og heimamenn. Nýji flugvöllurinn í Nuuk var tekin í notkun í október. Þar nú hægt að lenda stærri flugvélum en áður og komin ný flugstöð sem svo hægt að stækka síðar meir. Þetta hefur mikla þýðingu fyrir rekstur Air Greenland. Forstjóri fyrirtækisins segir farþegum hafa fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár, en innviðir hafi sett þeim skorður. Vi oplever jo en stor efterspørgsel på Grønland, og det har været svært at få systemet til at håndtere det, særligt i forbindelse med dårligt vejr, når folk de strander rundt omkring. Så hvor vi har skulle flyve mange mennesker videre med deres 8 flyene, det har været virkelig vanskeligt at håndtere. Nýji flugvöllurinn og flughöfnin í Nuuk hafa breytt þessu töluvert. Nú ekki aðeins auðveldara fyrir erlenda ferðamenn að koma til Grænlands. Það líka auðveldara fyrir þá som búa á Grænlandi að ferðast milli staða. Vi kan binde hele Grønland bedre sammen, så det kommer til at få stor betydning både for Air Greenland, men også for hele Grønland, fordi det bliver nemmere at rejse fra nord til syd eller fra øst til vest og også ud af landet. Framtíðin lítur vel út að mati Sørensen, ferðamönnum sé að fjölga
og það komi líka heimamönnum vel. Vi får mere volumen ind i vores indrigsnetværk gennem turister og besøgende udefra, at vi så også vil kunne få de lokale til at rejse mere. Fordi det er dyrt at rejse i Grønland, og vi har brug for at få noget mere volumen ind i indrigsnetværket for at kunne holde priserne nede. Og man kan sige, at i den seneste tid har der jo været virkelig meget fokus på Grønland, og det mærker vi selvfølgelig også i efterspørgselen. Så der er ingen tvivl om, at Grønland er kommet på verdenskortet. Sennilega fáir Íslendingar sem ekki þekkja slagarann Gaggo Vest í ódauðlegri útgáfu Eiríks Haukssonar. Lagið eftir Gunnar Þórðarson og Ólaf Hauk Símonarson. Lagið hefur nú orðið innblástur af söngleik sem vaskir nemendur í Hagaskóla frumsýndu í vikunni. Það sem sagt vinahóp í 10. bekk í Hagaskóla sem það að rannsaka mál sem gerðist fyrir 30 árum og á meðan við erum að horfa á þannig hóp að fólki reyna að leysa málið þá sjáum við í rauninni hvað gerðist í fortíðinni. Þannig við erum alltaf að flakka á milli nútíðar og fortíðar. 140 nemendur í Hagaskóla kom að söngleiknum Gaggo Vest en þetta í fyrsta skipti sem unglingarnir sjá allt frá grunni. Allt frá leikmynd og ljósum til handritaskrifa og tónsmíða. Við byrjum fyrir ári, rúmlega ári og erum að vera lengi. En þetta búið ógeðslega gaman. Hvað hefur verið svona mest krefjandi í þessu ferli? Örugglega bara skrifa niður nótuna, það sem ég finnst erfiðast en það semja tónlist, það verður bara listform og það gaman Hljómsveitin telur á 3. tug og í leikhópnum eru 50 krakkar sem bæði syngja og dansa. Krakkarnir eru búin að þvílíkt þrautsegir og ástríðufullir í þessu og þetta bara tekist allt svona glimrandi vel og allir svo ánægðir. Settar voru upp alls 8 sýningar og var uppselt á þær allar. Frumsýningin var á mánudag og í dag var sú síðasta. Ég var bara næstu í klökk Bara rosalega góð. Það er náttúrulega bara æðislegt að sjá þessa krakka blómstra og þau njóta sín og að þau hafa þetta tækifæri til þess að bara sýna hvað í þeim býr og takast á við svona krefjandi verkefni og þurfa að finna lausnir. Þannig að framtíðin í Hagaskóla björt? Bara ekki spurning. Þetta eru bara framtíðarlistamenn Íslands hér Skífuslátt. Koma lóuna til landsins eru bestu fréttir ársins, segir kona í Reykjavík sem árlega blæs til heljarinnar veislu henni til heiðurs. Fréttastofan leit inn í þetta partí. Komið sæl, gjörðu svo vel, komið inn í lóupartí. Stofa Elínar var fagurlega skreytt þegar fréttastofu bar að garði í gær, rétt fyrir veisluna. Ég byrjaði þessari hefð 2021 þegar ég bauð bara lítið búblu í COVID í svona kaffiboð og ákvað að baka lóuköku. Svo árið eftir var þetta bara svona ennþá stærra partí og svo bara þetta einhvern veginn búin að vinda upp á sig. Lóan kom núna 27. mars og það eru bara að mínum mati bara bestu fréttir ársins, bara 100%. Eftir langan vetur þá þarf maður bara að fagna komu vorboðans ljúfa. Elín segist leggja mikinn metnað í að hafa veisluna glæsilegri með hverju árinu. Gestir mæti í klæðnaði sem hæfi þemanu, lóulitum og fjöðrum. Þá bjó hún til sönghefti með lögum sem minna á vorið og auðvitað lóuna og svo kallað pubquiz með, lóu þema. Og þá það lóukakan. Í ár hún sérstaklega vegleg eins og þið sjáuð. Hún hefur, ég verð að segja, aldrei verið meira lekkar. Afi minn, sem ég ólst svolítið mikið upp hjá, var mikill vorkall og ég smitaðist svolítið af bara vorþránni gegnum hann. Þannig að með árunum og núna sérstaklega í seinni tíð þá hef ég verið svolítið að bera út fagnaðarerindið. Ég kalla þetta árshátíð vorvaktarinnar, þetta lóupartí. Og einhverjar lóur sem mæta í þetta partí eða? Mamma mín, heiðursgesturinn, eina lóan sem mætir í kvöld en hér ein lóa sem svona hjálpakokkur. Hún verður líklega farin að sofa í kvöld, það ekki Lóa? Og hefurðu séð lóu einhvern tímann? Já. Og hvað finnst þér lóuna? Bara falleg og
Elín segir Lóupartíið hápunkt ársins og hvetur fólk til að taka upp þessa hefð. Það er bara ekkert skemmtilega. Er ekki sammála Steffi? Jú. Hápunktur ársins. Og þá er að sjá hvernig viðrar á lóuvinni, farfugla og okkur öll hinn. Sunnanátt á morgun strekkingur og jafnvel allhvass vindur tíma vestast, annars hægari. Skýjað mestu sunnan og vestan til og dálítil væta af og til en bjartviðri á norðaustur og austurlandi, hlýtt í veðri 7 til 18 stig og hlýjast landi norðaustanvert. Og nánar þegar íþróttirnar eru búnar. Líkt og framkom í fréttum leikur íslenska kvennalandsliðið í handbolta næstu leiki fyrir luktum dyrum. Við hittum á nýkjörinn formann HSÍ. Við erum alltaf bara sem hreyfing gríðarlega svekkt að svona skuli vera komið. Hanna Símonardóttir studdi bæði lið Breiðabliks og Aftureldingar í leik þeirra í bestu deild karla í gær. Synir hennar mættust á í opnunarleik deildarinnar. Og við kíkjum á aðra leiki í bestu deildina og ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hér í íþróttum eftir augnablik. Helstu fréttir kvöldsins, 2 unglingsstúlkur önnur undir lögaldri í gæsluvarðhaldi grunaðar innflutning á 20.000 Nitasen-töflum. Stúlkurnar hafa engin tengsl við Ísland. Formaður afstöðu félags fanga segir einungis tímaspursmál hvenær Nitasen kemst í umferð hér á landi og þá blasir við nýr veruleiki. Dauðsföllum fjölgi til muna bregðust stjórnvöld ekki strax við vandanum. Mikill matar- og vatnsskortur á Gaza, engin neyðaraðstoð hefur borist þangað í mánuð. Vannærðum sjúklingum fer fjölgandi á sjúkrahúsum. Engir áhorfendur verða á landsleikjum Íslands og Ísraels í handbolta kvenna í vikunni. Ríkislögreglustjóri óttaðist að leikirnir yrðu truflaðir. Og kona í Reykjavík segir bestu fréttir ársins þegar að lóan kemur til landsins. Á hverju ári býður hún til svokallaðs lóupartís og er móðir hennar Lóa heiðursgestur. Næstu fréttir í útvarpinu hjá okkur klukkan 10 í kvöld og við minnum ykkur á vefinn sem uppfærður allan sólarhringinn með fréttum á íslensku, ensku og pólsku. En þessum fréttatíma er lokið og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Það er mjög heitt hérna og maður verður fljótt mjög þyrstur. En maður þarf bara að harka það af sér. Landinn, þáttur mannlífið í landinu. Landinn leitar upp í skemmtilegt fólk í bæjum og sveitum og skoðar áhugaverða staði landshorna á milli.